Komið sæl, góðan daginn, eða hvernig sem við segjum það, morgun eða eftirmiddagur eða kvöld. Og eins og ég hef oft sagt áður og mynd okkur öll á að þessi þáttur hann sýndur minnst, þrisvarsinnum í viku, miðvikudagskvöldum klukkan 8, á laugardögum klukkan 3 og sunnudögum klukkan 6:30. Þetta eru föstu tímar. Svo hann oft sýndur reyndar seinna á kvöldum og jafnvel á nóttunni. Ég þekki ekki þá tíma. En velkomin samsamar í þáttin Ísrael í dag og til að segja ykkur það að þetta nú ég hef nokkuð oft sagt þetta í 13. skipti, eða 13. árið minni, en nú það breytt, þetta 14. árið í raun og veru sem við erum með þennan þátt. Þessi þáttur hefur verið í loftinu sem maður segir í nærri 14 ár, það ekki lítið, og í hvern einastu viku, 52 vikur á ári, í 14 ár, telliði svo bara. Og ég var að hugsa þetta rétt áðan hvað marga viðmælendur ég hef haft. Ég hef haft meir en 60 viðmælendur í þessum þætti og þeir koma frá öllum mögulegum kirkjudeildum eða jafnvel engum kirkjudeildum. Ég geti talið upp til dæmis að þeir koma frá ég hef haft viðmælendur frá mörgum hvítasunnu-kirkjum og söfnuðum hér á landi og ég hef líka haft viðmælendur frá katólsku kirkjunni, ég hef haft viðmælendur frá adventistakirkjunni, adventkirkjunni heitir hún, og ég hef haft frá hjálpræðishernum. Ég hef haft viðmælenda bara gyðing reyndar og ég hef haft viðmælenda frá Guðfræðideild Háskólans og guðfræðingum. Ég hef haft marga fleiri. Þannig að þó svo að ég hef haft ólíka viðmælenda frá ólíku söfnum og kirkjudeildum eða jafnvel engu kirkjudeildum, það þýðir ekki að ég þurfa að vera katólskur eða teka katólska trú þó ég hafi katólska viðmælenda eða ég verði lúterskur vegna þess að ég hefi lúterskan prest eða viðmælenda. Þannig að ég ætla nú að svara nokkrum spurningum hérna sem að ég hefi fengið og ég tel ástæðu til þess að svara einhverjum spurningum vegna þess að það búið að hringja dálítið mikið í mig bæði þegar ég var í Jerúsalem og eins núna upp á síðustu hvort ég ætla ekki að svara vissum ámælingum á þennan þátt sem mér sárnaði svolítið en nú komin yfir það og bara bið fyrir viðkomandi á blessan. En mér langar að svara ákveðnum spurningum í sambandi við þetta og kem að því seinna á eftir. Þannig að þessi þáttur hann verið svolítið öðruvísi en aðri þættir. Ég hef nú oft haft þáttur reyndar þar sem ég einsamall í þættinum, svo það reynur ekki beint nýtt. En það sem ef til vill öðruvísi að ég læt þennan þátt svolítið fljóta með, fer úr einu í annað en auðvitað allt sem tengist þættunum Ísrael í dag. Nú ég fekk ekki beint áminningu en ósk frá einni ágætri trúsystir, einu kirkjudeild hér í Reykjavík. Hún sagði við mig, af hverju hefur ekki íslenska fánan á borðinu hjá þér? Af hverju bara með ísraelska fánan? Svo ég fór að hugsa málið, það væri auðvitað hægt að hafa líka íslenska fánan á borðinu eins og ég hef nú haft í nokkrum þáttum hérna áður fyrr, bæði íslenskan og ísraelska fánan hlið við hlið. En sannleikurinn sá, kæru vinir, þetta þáttur sem heitir Ísrael í dag. Þetta ekki Ísland í dag, þetta Ísrael í dag. Þess vegna fókusurum við að leggjum áhersluna á þetta land, þessa þjóð og það sem að við trúum að við séum að blessa þessa þjóð, þetta land. Hvers vegna? Ágæt spurning. Þessa spurningu hef ég nú oft fengið, bæði bréfleiðis og í síma og út á götu. Hvers vegna þetta Ísrael? Hvers vegna blessa Ísrael? Og ég get svarað þessu með fáum orðum að vísu, geti svarað því með löngum tíma, mörgum orðum, en í sem fæstum orðum þá myndi ég segja það vegna þess að við trúum því að þetta land, Ísrael og þjóðin, gyðingar, þetta sé land sem að Guð gaf þessari þjóð til ævarandi eignar. Við trúum nefnilega ritningunum, við trúum því bók sem heitir Biblía og við trúum ekki bara Nýja testamentinu, við trúum líka Gamla testamentinu. Við trúum því að bæði svo kallað Gamla testamenti og Nýja testamenti séu raun og veru ein heild í raun og veru. Það þráður sem gengur í gegnum báðar þessar bækur eða sáttmála, orðað þannig. Það byrjar á til dæmis fyrirheitum til Abrahams og svo seinna með Ísaks og Jakobs og þetta allt fyrirheit landið sem að Guð hefur gefið þeim til ævarandi eignar. Og við trúum því að þetta sé enn þann dag í dag sannleikur. Drottinn hefur aldrei breytt, hann hefur aldrei séð eftir því fyrirheitum sem hann gaf sinni þjóð, útvöldu þjóð og hann hefur heldur ekki breytt því fyrirheiti sem hann hefur gefið þér, kæri vinur, ef þú ert kristinn. Hann hefur lofað að vera með þér alla daga, allt til enda veraldar.
trúum við því virkilega þá að hann svíki það loforð? Nei, ég trúi því ekki. Loforðið stendur ennþá. Þrátt fyrir það að við, þú og ég og aðrir, við höfum ef til vill ekki alltaf farið eftir orðinu og stundum höfum við leiðst afvega á einhvern annan hátt og ég þekki það sjálfur úr mínu persónulega lífi. Það leiði mörg ár síðan að mörg ár voru, 19-20 ár sem að ég var ekki beint á veginum eins og það kallað og lifði allt öðruvísi lífi en Drottinn hafði sagt við mig áður í trú þegar ég tók á móti honum 16 ára drengur, ungum maður og tók skírn vegna trúar minnar, þá trúi því að hann hafi sagt eftir orðinu sínu að hann væri með mér alla daga. Ekki vegna þess að ég væri trúfastur, heldur vegna þess að hann var trúfastur. Nú skiljið hvað ég meina með Ísrael. Það er ekki vegna þess að gyðingaþjóðin eða Ísrael hafi verið trúföst þjóð, langt frá því. Þeir fóru afvega hvað eftir annað, það lesum við í ritningunum. Þeir fóru jafnvel tilbyggja aðra guði og þeir fóru sínar eigin leiðir og fylgdu ekki boðum Guðs og fórum að búa til ný boðorð og bæta við boðorðum og svo framvegis. Þannig að, en orðið segir okkur líka að Guð er Guð sem hegnir. Ekki vegna þess að Guð sé grimmur Guð, heldur Guð hann hegnir og hann leyfir hegningu að koma yfir bæði mitt líf og þitt líf ef við göngum ekki eftir hans vilja. Þannig fór það með Ísrael líka og gyðingaþjóðina. Og ef við lesum ritningarnar, getum við lesið bara í Jeremía og Jesaja, Esekíel og Sakaría að Drottinn hann dreifði þjóðinni meðal allra þjóða. Stendur svona í Biblíunni. Og það stendur líka að á síðustu tímum þá mun hann safna þessari þjóð saman aftur til landsins sem hann gaf feðrum þeirra. Og við sem að lifum á þessari öld og margir okkar og mörg okkar sem hafa lifað árið 1948, þá hafum við orðið vitni af því að þessi þjóð, hún kom aftur saman og var aftur þjóð í sínu ríki sem Guð hafði fyrirheit gefið þeim. Þýðir það að þetta sé ævarandi lögmál? Já, þetta er ævarandi lögmál. Þetta er óbreytanlegt, óumbreytanlegt lögmál. Þetta er meðal annars ástæðan fyrir því að við blessum þetta land vegna þess að við erum að blessa fyrirheit sem Guð gaf og sem er augljóst í okkar tíma. Getur Guð breytt afstöðu sinni? Já, hann hefur leyfi til að breyta afstöðu sinni, það er alveg rétt. Hann getur breytt tíma, hann getur breytt þeim tíma að það verði ekki akkurat á þessum tíma sem að þetta ákveðið spádómur á að koma fram. Hann getur framlengta en orðið mun alltaf standa, hvort sem það er eftir nákvæmum tíma sem við reiknum út, en hann hefur full leyfi til að breyta tímanum, en hann breytir ekki áætlun sinni eða fyrirheitu sinni eða loforðið sinni, hann getur hann ekki breytt. Hann getur ekki breytti, þannig er Guð. Guð er heilagur og allt hans orð er heilagt orð og það er satt, sannleikurinn. Nú, við getum farið mikið meira út í þetta efni sem ég er að segja núna, ég ætla nú að sleppa því, en í sambandi við spurningar svona mig persónlega, svo ég komi nú aðeins að því núna, eins og ég fekk á Facebook til dæmis, að ég var spurður af því að það var gefið skýna að hugum minni væri að breytast og ég væri að vera gyðingasinnaður og væri að taka upp einhverja gyðinglega siði og svo framvegis. Þetta er náttúrulega alrangt. Við erum ekki að taka upp neina gyðinglega siði, alls ekki. Ef þú kallar það að þið kallir það að menn sem að halda kannski 7. daginn í staðinn fyrir 1. dag vikunar helgana, þá erum við ekki að breyta neinum boðorðum Drottins, þetta stendur reyndar í Biblíunni. Hvort að ég held 7. daginn eða 1. daginn eða aðra daga helga, það hlýtur að vera mitt mál, kæru vinir. Og það er líka samband við hvort ég borði ekki svínakjöt og borði ekki hrossakjöt og svo framvegis. Þetta er allt, ég skal svara öllum þessum spurningum ef þið spyrjið mig á öðrum vettvangi. En þetta er ekki raun og veru sem er markmið þessa þátta að fara að útskýra mína trúarlegu afstöðu gagnvart einstökum málum. En já, það væri gaman að tala það raun og veru og ég er svo sannlega reiðubúin að svara því ef þið viljið á öðrum vettvangi. Nú, eins og ég segi, þá er ég nýkominn frá Ísrael og þá voru 3 jól þar og þá voru fjöldi ferðamanna sem kom þarna í desembermánuði. Það voru það er sagt 70-80.000 ferðamenn komið til Ísrael í desembermánuði. Mikið af þeim að sjálfsögðu í tengslum við jólin og svo líka önnur hátíð sem í Ísrael sem heitir Hanukka-hátíðin eða Musterisvígsluhátíðin og við lesum þá hátíð í Nýja testamentinu. Jesús tók þátt í þeirri hátíð og já, ég hefði þá ánægju líka að geta fengið að taka þátt í þeirri hátíð.
Nú akkur ég segja jól, Jesús tók náttúrulega ekki þátt inn í jólahátíð því hún ekkert biblíuleg og ég fullyri þetta. Þið verða að fyrirgefa afstöðu mína gagnvart þessu máli. En ég blessa auðvitað það fólk sem kemur og heldur jól til að minnast fæðingu Jesú og leið að við upphefjum hann og fyrirheit hans við komu hans sem spáð í ritningunum. Þá alveg sjálfsagt að blessa þá hátíð og allar hátíðir sem minna á komu hans eða veru hans. Og leið þá get ég sagt að allar hátíðir ritningana, biblíunar, allar hátíðir biblíunar, þið getur lesið þær í 23. kapla í 3. Mósebók, allar hátíðirna minna á Jesú, eru Jesú. Laufskálahátíðin til dæmis, hún Jesú, hann sjálfur laufskálinn og í gegnum hans sjáum við föðurinn, upp til föðurins. Páskarnir sjálfsögðu eru minningar Jesú og það sem hann gerði fyrir okkur að gaf sitt blóð á krossinum. Gyðinglegi páskar eru það að Guð leysti þá frá Egyptalandi og fór yfir Rauðahafið, en upphaflega var það að engill dauðans gekk fram hjá þeim húsum þar sem að blóði lamsins var roðið á dýr og dýrastaf í húsana. Þetta minnir allt á Jesú. Allar hátíðirnar minna á raun og veru á Jesú. Nú einhver sagði í ákveðnu sjónvarpsþætti dag fyrir stuttu síðan að við kristnir ættum ekki að halda hátíðir, það verður bara fyrir gyðinga. Ég alveg á móti þessu. Auðvitað eigum að halda hátíðirnar alveg eins og við getum, sjálfsögðu. En sami maður sem sagði þetta, ég veit að hann heldur jól og hann dansar í kringu jólatrið og hann heldur aðrar hátíðir, hvítasunnuhátíð, og hann heldur líka páska. Svoleiðis að þetta svolítið ruglingslegt og við skulum vera gætin í að dæma ekki aðra fyrir hátíðir eða klæðaburð. Ég ætla ekki að dæma prestarum fyrir það sumir leggja áherslu á barnaskírnina. Ég myndi ekkert fara að deila við lúterska manni þætti hjá mér að barnaskírni væri ekki það sem ég samfærist að væri. Sjálfsögðu það var ekki markmið þessar þáttar. Og heldur myndi ég ekki dæma presta þó þau verið klæddir í alls konar skikkjum og skrúði þó að það minni mikið á einhverja aðra kirkjudeild, gamla kirkjudeild. Og raun og veru minnir það bara á raun og veru gyðinga í gamla testamentinu. Þeir voru ákveðin klæðnaði. Svo ef við ættum að fara út í svona atriði þá getum við haft bara annað þátt til að svara öllum svona spurningum. En eins og ég sagði, þessi þáttur hann öðruvísi en aðri þættir og ég leyfi mér að vera svolítið öðruvísi og tala svolítið öðruvísi og öðrum nótum. En ég vona að allt sem ég kem til að segja sé sannleikur og ég byggi það á bæði eigin reynslu og reynslu annarra og ritningunni. Þessi þrjú atriði sem aðal áherslan fyrir því að við höfum þennan þátt. Einhver sagði við mig fyrir nokkru löngu síðan, okkur ekki neitt þáttur sem heitir Palestína, þátturinn Palestínu, Palestína í dag til dæmis. Það auðvelt að svara þessu, mjög auðvelt að svara þessu spurningu. Ég get svarað þessu og ég veit að það myndi ykkur hrista höfuðið núna því ég segi þetta. Kæru vinir, ríki Palestína ekki til. Það hefur aldrei verið til. Það hefur aldrei verið til. Hvort það verður til, það veit ég ekki. En það ekki til og hefur ekki verið til. Nú, hvað þá með þessa menn sem eru í þessu landi, þetta ekki Palestínumenn? Já, Palestínumenn. Já, gyðingar voru líka kallaðir Palestínu-gyðingar fyrir 1948. Það bara þeir menn sem búa þessu landsvæði hafa verið nefndir við landsvæðis. En það ekki þjóð sem heitir Palestínu þjóð. Það eru Arabar. Þeir koma frá mörgum löndum, eins og við vitum. En það ekki ein þjóð, langt frá því. Nú þegar að við vitum Sameinuðu þjóðirnar samþykktu það 1947 hjá Sameinuðu þjóðunum að þessu landi yrði skipt milli gyðinga og Araba. Og gyðingar, þrátt fyrir þeir var ekki ánægðir með þessa skiptingu, þá samþykktu þessa skiptingu. En hinir gerðu það ekki. Og hverjir var það sem gerðu það ekki? Voru það Palestínumenn? Nei, auðvitað ekki Palestínumenn, vegna þess að þeir ekki til, voru ekki til og ekki til. Það voru Arabar sem voru á móti þessu, úr Arabalöndunum í kring. Þeir vildi ekki skiptinguna. En ég segi nú, og ég held að margur sé nú sammála þessu sem ég að segja núna, það hefði nú verið betra fyrir þá að samþykja þá skiptingu landsins. Því þá ættu þeir sennilega landsvæði sem héti Palestína í dag. En það í raun og veru kjarni málsins að þeir fái ríki sem heiti Palestína í dag við hliðina á Ísrael? Sumir segja það. Sumir segja að þeir að berjast fyrir því að fá landsvæði við hliðina á Ísrael. Al-Fatah-hreyfingin til dæmis með Matsinni í fyrirrúmi, hann segir það, hann vilji þetta. En leið
hann segir það, þá segja fulltrúar Hamas-hreyfingarna sem stærsta hreyfing Palestínumanna í þessu landi, þeir segja við munum aldrei semja frið við Ísrael. Við munum aldrei semja frið, aldrei. Hvers vegna? Að því við viljum fá og ætlum okkur að fá all landið aftur, all landið sem að þeir stálu frá okkur. Þetta orð heyrum við oft og fjölmiðlar, bæði hér á landi og vestræni fjölmiðlar margir, hafa ítrekað á þessu hvað eftir annað að gyðingar hafa stólið landi frá þeim. Fyrsta lagi áttu þeir ekkert land. Þeir áttu ekkert land. Það er ekkert að stela frá landi frá sem enginn á. All land frá því. Þeir hafa aldrei stólið neinu landi. Þeir hafa rétt til að vera á þessu landi eins og allir aðrir og þeir hafa rétt til að byggja það líka. Svo sannarlega hafa Palestínumenn þá ekki, svo kallar Palestínumenn ekki leyfi til að vera það líka? Jú, svo sannarlega hafa þeir leyfi til að vera það og ég vildi óska að þeir gætu verið þar í friði. Og þeir Palestínumenn sem ég vinn með og er búin að vera með í 32 ár, það er að vera 33 ár núna sem ég verið í þessu landi, Ísrael, á hverju einasta ári, stundum tvisvar og stundum oftar. Ég farið með yfir 1200 ferðamenn til íslenska og tekið á móti ferðamenn frá öðrum þjóðum. Ég vinn með Arabum þar, ég vinn með svokallum Palestínumönnum, ég hef búið með þeim lengi, ég veit hvernig þeir hafa það. Takið nú vel eftir. Ég tala af reynslu. Margir sem ég hitti annars staðar sem á móti Ísrael og svo spyr ég þá, hvað er þetta að segja svona, hefurðu verið í Ísrael? Nei, ég bara fréttar fjölmiðlar að segja þetta. Já, en ég hef verið þar og ég get sagt ykkur sannleikann í þessu máli. Palestínumenn svo kallaðir, ég bæti alltaf þessu orðið við svo kallaðir, þeir hafa það hvergi í heiminum eins gott í nokkru arabaríki eins og þeir hafa í Ísrael. Ég fullyrði þetta og í einu þætti sem ég gerði í nóvember, held ég, byrjun desember, nei nóvember, þá kom ég líka að þessu og benti líka á staðreynd, við hér á Íslandi, við tökum á móti flóttamönnum alls staðar á heiminum og það er gott að taka á móti þeim sem eiga erfitt og eiga bágt og við skulum vona það að þessi flóttamenn sem að sækja hingað séu koma hingað af ástæðu, af þeirri ástæðu að þeir hafi haft svo slæmt. En það við tekið eftir því margir fjöldi þessara flóttamanna koma frá Arabalöndum. Þeir koma frá Íran, Írak, þeir koma frá Tyrklandi jafnvel, þeir koma frá mörgum öðrum múslimsku löndum. En hafið nokkuð tíma tekið eftir því að þeir hafa komið frá Ísrael. Hafa nokkuð tíma komið svo kallar Palestínu arabar hingað og sóttum leyfi til að vera hér á landi vegna þess aðbúnað þeirra sé svo slæmur þar. Nei. Við heyrum það ekki og þið viti hvers vegna. Ég þarf ekki að koma nánar út í þetta, ég veit að þið skilji hvað ég er að tala um. Nú, eins og ég sagði, fjöldi ferðamanna var þar og það var yndislegt að vera í borginni Jerúsalem á þessu tímabili. Ég er svo heppinn að hafa aðstöðu til íbúð þar sem að ég hefi búið í nokkuð mörg ár og hún er upp á 8. hæð, sé yfir borginni Jerúsalem og svo einn morgun og þá skeiði það að ég leit út gluggann og við skulum sjá rétt og eftir myndir frá því að það kom snjór í Jerúsalem. Það kom snjór sem hefur ekki skeið í 20 ár. Slíkur var það. Nú sjáum við á skjánum að þetta er snjór, mikill snjór sem er við svokallar Damaskushlíð sem er eitt af henni 7-8 hliðum á borginni Jerúsalem, eitt af henni þekktasta hlið í Austur Jerúsalem. Þarna sjáum við hvað mikill snjór er þarna og næstu mynd sjáum við líka sem er tekin rétt þar sem ég á heima. Þarna sjáum við lest sem er nýlega farin að aka göturnar í Jerúsalem og það er mikill snjór þarna. Fólk átti erfitt með að ganga þarna vegna þess að það vissi ekki hvernig þetta ganga í snjónum og þetta var krakkarnir léku sér og sjáum núna næstu mynd sem ég tók úr glugganum heima hjá mér. Þarna sjáum við þökina á húsum í nágrenninu, öll þakin snjó og snjór í loftinu. Og næsta mynd líka, þá sjáum við hvernig þetta var raun og veru merkilegt. Við tekjum sama glugga daginn eftir. Þetta er tekið daginn eftir, eða þar næsta dag eftir. Það var engin snjór lengur. Það var bara einn sólarhring, snjórinn, hugsaðu ykkur það. Svo þetta er alltaf gaman að þessu myndum og sjáum eftir við eina mynd ennþá. Þarna er leiðinni að öðru hliði sem heitir Jaffa hlið og þarna sjáum við
greinar og þarna jörðin alveg auð. Þetta bara tekið nokkru dögum eftir að þessi snjór var þarna í Jerúsalem. Og eins og ég segi, það var oft erfitt fyrir fólk að ganga þarna í borginni. Og nú langar mig bara að segja ykkur smá broslegan hlið og koma svolítið létt inn í þennan þátt. Það var þannig að þegar ég kem út úr húsinu þennan dag, þegar snjórinn var, þá sé ég fólk átt erfitt með að ganga og sumir voru að falla niður og halda sér í staura og þau vissi ekki hvernig þetta ganga í slapinu sem var svolítið hálkarindar. Þá mundi ég allt einu eftir því og hvers vegna ég veit ekki hvers vegna ég hafði verið svona fyrirsjálegur að ég tók mannbrota með mér í töskuna. Ég veit ekki af hverju ég gerði þetta en það er ótrúlegt að ég fer að hugsa mig að nauðsynlegt að hafa mannbrota í hérna undir skónum í Ísrael. En þetta gerði og ég flýtti mér upp og tók lyftuna upp og hæði þar sem ég á heima, tók mannbrotana fram og setti undir skó mína og þegar ég gekk út þá gat ég bara gengið út hnarreistur eins og 25-30 ára gamall maður, eins og þau vita, ég líti ekki út fyrir að vera eldri, en þarna gekk ég bara og og fólki leit á mig eins og ég væri eitthvað fyrirbæri frá öðrum heimi, því þarna þurfti ég hvorki stafið eða neitt til þess að hjálpa mér. Þetta er nú bara smá innlegg, svona broslegt innlegg, en þetta upplifði ég. Og þetta, maður upplifir alltaf eitthvað nýtt í borginni í Jerúsalem. Borg drottins af fjallinu helga, takk eftir því. Jerúsalem, hugsaðu ykkur að Jerúsalem, í þetta litla land, vitið það að Ísrael er ekki nema 24.000 ferkilometrar að stærð. Það er svo 1/5 hluti af Íslandi. Það er ekki nema 24.000 ferkilometrar. Og þetta litla land í þessu stóra arabaheimi hefur ekki nema tæpa 7 milljón íbúa og af þessum 7 miljónum íbúar eru tæplega 6 milljónir bara gyðingar. En í öllum arabaheiminum í kring, stóra arabaheimi, eru 22 lönd sem eru 240 milljónir araba sem að þeir hafa eitt á stefnuskrá sinni að útrýma þessu litla landi. Hvers vegna ætla það sé? Er það vegna þess að þá vantir svona mikið landsvæði? Nei, það er langt frá því. Til dæmis í Jórdan hefur gífurlega mikið stórt landsvæði sem er þarna í kring og öll arabalöndin hefur gífurlega mikið stór landsvæði. En gæti það verið einhver önnur ástæða? Og ég trúi því að það sé önnur ástæða. Ástæðan er bara bókstaflega andleg. Ástæðan er andleg. Þetta er eina lýðræðisríkið í öllum arabaheiminum sem er umkring litla land Ísrael og sem hefur ekki Íslam sem aðal trú sína. Það er trúfrelsi í Ísrael, ég teka fram. Það er mikið múslima í Ísrael og þeir eru svo sannlega hafa sitt trúfrelsi þar og sína moskur. Það er líka kristn trúfrelsi, marga ólíka kirkjudeildir eru þar. Það eru Bahæjar, það eru menn frá öllum mögulegum trúarsamfélögum sem eru þar, af því að það er trúfrelsi í Ísrael. Það er ekkert að segja öll arabalöndin, það er ekki trúfrelsi alls staðar þar. Einhver spurði mig daginn, hvort ég væri á móti því að væri moskabið hér í Reykjavík. Ég vil ekki svara því, hvort ég með á móti því. Við lifum í það trúfrelsi hér og við stöndum við þessi trúfrelsi hér og ég vil samþykja trúfrelsi endilega í lýðræðisríki. En það verið gaman eins og ég svaraði viðkomandi, ég veit, ef við fengjum að byggja kirkju í Sádi-Arabíu, þá er það ekkert mál að þeir fengja að búi til mosku hér, því að þeir koma sennilega til með að fjármagna þessa mosku sem verður hér eftir vill í Reykjavík eða á því svæði. Þá hafði ég ekkert á móti því. En í Sádi-Arabíu og öðrum arabaheimi er ekki leyfilegt að byggja í kristna kirkju. Það má ekki. Ég vil upp á Mustirahæðinni í Jerúsalem sem er múslima stjórna, þar mátti ekki fara með biblíunni í vasanum einsinni. Þá færði ekki að fara inn á svæði. Þannig að þetta er held ég orsökin þess að arabaþjóðarnir vilja útrýma þessu litla landi Ísrael á landakortinu. Við sem trúum ritningunni, það segir biblíunni, við trúum því að Ísrael verður ekki útrýmt á landakortinu. Jafnvel þó að stórþjóðir eins og Íran og fleiri vilja útrýma landinu af landakortinu. Þeir hafa hótað því raun og veru. Þeir hafa hótað því með að framleiða kjarnorkusprengju að þeir muni útrýma landinu af landakortinu. Þetta er staðreynd. Þá trúi ég ekki að það verði. Nú eins og þekktur íslenskur ráðamaður hefur sagt, hann fór upp á Gazasvæðið og talaði við yfirmann hryðjuverkasamtakanna þar sem heita Hamas-samtökin og hann lofaði þeim að Ísland myndi verða styðja
væntanlegt palestínskt ríki. Jú, hann sagði það. Og það er ágætt, hann sagði það. Og hann, með öðrum orðum, þá styður hann þessi hryðjuverkasamtök, Hamas-samtökin. En sjálft Evrópubandalagið, þeir segja að Hamas séu hryðjuverkasamtök, Bandaríkjanna sjálfsögð og margar aðrar þjóðir. En látum þetta nú vera. Nú má ég ekki fara út í pólitíska umræðu, en þó að það væri náttúrulega efni þess líka að tala um það, þó vegna þess að við erum að tala um Ísrael, allt sem kemur við þetta land, það er akkurat þetta sem ég er að segja. Nú, góðu fréttirnar frá Ísrael vil ég nú heldur leggja af ofuráherslu á. Það er meðal annars að það er fjöldi af múslimum sem hafa tekið á móti Jesú sem frelsara sínum. Og mér er kunnugt af það, bæði í Betlehem og í litlum bæ sem heitir Beit Jala, sem er mér mjög kunnugur, þar sem að við kristnir Ísraels vinnustýðum grunnskóla þar. Þar var margir múslimar tekið á móti Jesú sem frelsara sínum. En þeir eru í hættu líka, vegna þess að öfgamenn Íslams, þeir eru á móti þessu og vilja banna þeim þetta og þeir fá hefnd fyrir ef þeir gera þetta. Nú hinn jákvæða fréttin sem mér langar nú að segja ykkur frá líka, að það eru 20.000, rúmlega 20.000 messiaskir gyðingar sem að trúa nú á Jesú. Þegar ég segi messiaskir gyðingar, þá þýðir það þessi gyðingar sem hafa tekið trú á Jesú. Þeir kalla sig ekki kristna gyðinga af eðlilegum orsökum, að, já, þú spyrir mig eftir hvers vegna ekki. Það er vegna þess að orðið Kristur kemur úr grísku, sem að þýðir Kristos, og þeir vilja ekki nefna frelsara neinu heiðnu orði. Þetta er heiðu orð, má orða það þannig, og þess vegna kalla sig messiaska gyðinga. Þeir vilja nota orðið að Jesús hafi verið Messias, og það þýðir hinn smurði, og við trúum því líka. Hann var Messias, hann var hinn smurði, og við segjum auðvitað Kristur, og það er allt í lagi fyrir okkur að segja það. Sjálfsögðu vitum við hvað það þýðir. Hann hét ekki Jesús Kristur eins og einhverjir krakkar hafa sagt við mig. Nei, hann hét það ekki, hann hét Jesús, við segjum það. Og í Ísrael þá segja messiaski gyðingar, þeir segja Jesúa og aðri segja Jasjúa. Þetta skiptir ekki miklu máli. Það er ekki aðalatrið hvernig við segjum það, hvað málfræði við höfum á þessu orði. Aðalatrið er að við skiljum hvað liggur í orðinu, Jesús. Og það er, hann er frelsari. Eins og ég líka sagt ykkur áður, kæru vinir, þið getur líka kannað það í biblíunni, í ritningunum. Ef þið hebresku biblíunni, ef þið lesið hebresku, þá getið þið síðan nafnið Jesúa, sem þýðir frelsari, eða frelsi, er allar ritninguna. Þannig að hans nafn er í gegnum allar ritningarnar. Það er ekki bara í Nýja testamentinu, í gegnum allar ritningarnar er nafnið hans. Nú, svo langar maður líka að segja gleðifregn aðra, sem að ég hefi mikla blessun, fengi mikla blessun fyrir að vera í samfélagi í Jerúsalem. Það er ekki kirkja eða kirkjudeild. Ég hef ekkert á móti kirkju með kirkjudeildum, ekki misskilja mig. En ég er í samfélagi sem myndu kalla svona hússamfélag. Það er bara, við komum saman í ákveðnu húsi á föstudagskvöldum og við borðum saman, svona á biblíulegan hátt, snæðum saman og svo er mikið lofgjörð og gleði í samfélaginu á eftir. Og nú langar mig að, bara vegna þess að ég er nýkomið þaðan og ég kom með hljómlist frá samfélagi okkar þar. Mér langar að við hlustum á eitt lag sem ég kom með. Við fáum að hlusta á það ef þú vill núna. 'Twas a day in early springtime by an ancient wayside well. Eliezer paused to rest his camel train. He had found a bride for Isaac, ere the evening shadows fell, and his weary journey had not been in vain.
Já, þetta var yndislegt að fá að hlusta á þessa lofgjörð. Þetta svona ekki stór hópur, við erum svona cirka 20-30 sem koma saman þarna, bæði yngra og eldra fólk og bæði gyðingar sem trúa á Jesú og frá öðrum þjóðum. Og við hefum þetta sameiginlegt að lofa Guð og á þennan hátt. Við notum slíka músík, tónlist og mér fellur það vel. Svo öðrum samfélögum nota aðra tegundar tónlist og það skiptir ekki máli. Það aðalatriðið að við finnum einingu við þann sem við erum að trúa á. Við getum bæði klappað lófum og getum dansað á samkomum okkar og getum bara lofa Guð með anda, sál og líkama. Svoleiðis ég lifnaði allir við því ég heyrði þetta núna áðan að mér fannst bara að hugum minn væri komið strax aftur til Jerúsalem sem raun og veru allt árið. Hugum minn þar meira og minna. Og einhver sagði við mig, hvernig getur ekki bara verið þar? Jú, það væri bara besta mál ef ég gæti það, ef ég fengi leyfi til þess. En svoleiðis nú lög þar eins og annars staðar að maður verður að hafa sérstakt tilefni til að vera þar lengri tíma. Eins og í öðrum löndum. Þú hefur leyfi til og ég hefur leyfi til að vera án þess að nokkur spyrja í 3 mánuði á ferðamannabréfi, vegabréfi. En ég get líka sótt að vera lengur, jú, það hægt að gera það. En til að búa þar, það verra mál. Það getur ekki langa tíma að gerast innflytjandi. Og samkvæmt lögum landsins þá getur maður ekki gerst innflytjandi í dag í Ísrael nema og sett gyðingur. Og þá getur maður það bara ekki gerst gyðingur, myndi ykkur segja. Það er möguleiki að þeir sem að geta og vilja það að afnetast kristni trú, eða eru kristnir, að gera gyðingar. Það tekur að vísu langa tíma, getur tekið 1-2 ár, alls konar kennslu, námskeiðum og hebresku og síðum og svo framvegis. Að það getur tekið langa tíma og ég veit að nokkur hafa gert það. Það nú ekki reyndar margir eins og við myndum segja kristnir sem gera það, en það eru menn og konur sem hafa komið frá kristnu löndum sem hafa gert þetta og þeir búa þar og eru þá jafningjar þeirra. En ég tel nú ekki að ég hafi ástæðu eða löngu til að gera slíkt. En ég hefi löngu til þess að blessa þetta land og sem ég trúi því að það sé Guðs vilji. Biblían sjálf, hún segir það að við eigum að blessa þetta land, þessa þjóð, og segir meira en það. Hún segir, takk eftir, hún segir jafnvel í það í 1. Mósebók þegar Guð gaf loforð til Abrahams að þeir sem blessa þessa þjóð, altså landið Ísrael líka, munu fá blessun. Og þeir sem formæla, tala á móti, þeim munu formælt. Það munu vera versta mál fyrir þá. Þannig að við viljum vera í hóp þeirra sem að blessa landið. Og ég ekki að tala einhverja ákveðna kirkjudeild eða söfnuði, alls ekki. Við erum einstaklingar. Mín persónlega trú svo að kirkja Guðs ekki bara hús með turni eða á einhverjum góðum stað í bænum, með krossi á eða slíkt. Kirkja Guðs, þetta mín persónlega trú, þau verða fyrirgefa, ég trú þessu. Mín persónlega trú að kirkja Guðs samfélag þeirra sem trúa. Alveg saman hvað kirkjudeildin heitir eða hvar hún í heiminum, hvort hún stór, með stórum turni eða engum turni eða krossi á eða engum krossi. Við sem að trúum á Jesú sem persónulega frelsar okkar, við erum hluti af kirkju Krists. Við erum það. En já, þetta mín persónulega trú. Og musteri Guðs, segir Biblían, við erum líka musteri Guðs fyrir heilagan anda, býr í okkur. Við erum musteri Guðs heilaga anda. Þetta efni heilan Biblíu tíma. En ég slæði svo svona fram til að þú, kæri vinur eða vina, getur hugsað þetta mál betur og ef þú ert ekki sammála mér, þá máttu hringi í mig og ég hef ykkur aðra útskýringar á þessu, þá skal ég svara þér, en þetta mín trú. Nú, hvað að ske til dæmis í Ísrael? Hefur ekki verið gífurlega mikið óeirðirðar og lætir? Ég heyri þetta oft, ekki hættulegt að fara til Ísrael? Ekki allt bara í logandi óeirðum? Langt frá því, það mikil friður, einmitt, það friður í Jerúsalem. Þú verður ekki var við neitt ófrið þar. Það ganga bæði arabar og kristnir og gyðingar saman og koma saman á veitingastæði eða samfélög. Það engin ófriður þar. En, það hefur verið ófriður á svokölluðu Gaza-svæði, svæðinu sem nefnist Gaza. Og þaðan hafa komið fleiri hundruð, jafnvel þúsundir af flugskeytum í gegnum nokkuð langan tíma yfir á Ísrael. Þetta hefur ekki verið mikið í fjölmiðlum hjá okkur hér á Íslandi, langt frá því. Þess að ég og margir aðrir fylgjast með fréttum, bæði á netinu og annars staðar, þá sjáum við og heyrum að það
hefur verið mikið skotið á Ísrael frá hryðjuverkasamtökum, myndi ég segja, á Gazasvæðinu, sem betur fyrir hafa ekki margir látið lífið, en það mörg hús hafa eyðilast og ótti hefur gripið sig meðal barna og unglinga og skólum hefur verið lokað og þetta hefur verið vandamál þar. En svo svaraði Ísrael, margir þess að okkur svarar Ísrael ekki fyrir sig, okkur leyfa bara mennum að hreyfingum að skjóta á landi án þess að svara fyrir sig. Ég held að margir myndir svara fyrir sig ef að aðra þjóðir fer að sprengja á landi. Við skulum segja bara í Bandaríkjunum, Mexíkanar, þeir gætu sagt sem svo að við eigum Kaliforníu, við heimtum að fá landsvæði í Kaliforníu og við áttum það áður fyrr og þeim verður örugglega neita. En hvað skeður þá? Væri ekki þá undarlega ef þeir myndu fara að kasta sprengjum og sprengja Kaliforníu frá Mexíkó? Hvað myndu Bandaríkjamenn gera? Þeir myndu örugglega svara fljótt fyrir sig. Ísraelsmenn svöruðu nefnilega ekki mjög fljótt fyrir sig, en þeir svöruðu, þá komu sterkar fréttir og áhrifamiklar bæði í sjónvarpinu hér á Íslandi og í fréttastofu og Alþingi og fyrir utan sendir á Bandaríkjann stór hópur til að hrópa og mótmæla því að varnarlið Ísraels væri að svara fyrir sig og hefðu sendt sprengjur inn á Gazasvæði og þar hefðu látist börn. Já, þetta sannleikur, því miður, það létust börn þar og aðrir slösuðust, það alveg satt. En þannig stríð og þeir skutu frá þeim stöðum þar sem að börn voru, notuðu börn jafnvel sem skildi. Þetta staðreynd, það gerðu í Líbanon og þetta gerðu þeir ennþá á Gazasvæðinu. En þá voru Ísrael sem fengu skammir fyrir og allur heimurinn hneykslaður Ísrael skildi voga sér að skjóta tilbaka. Nú það var gerðu friður eins og við vitum, pása, svo heitir á lélegri íslensku, og sá svo kallaði friður ennþá, meðan þessi þáttur tekinn upp, þá ennþá svo kallaði friður þar. Hvað lengi hann verður veit ég ekki, ég trú ekki hann verði mjög lengi. En hvers vegna þessi óróa á Gazasvæðinu? Hugsaðu ykkur það, árið 2005 að þá lét Ariel Sharon, sem var þá forsætisráðherra Ísraels, hann lét alla gyðinga sem bjuggu á þessu svæði, sem voru fleiri þúsund, hann rak þá alla út af svæðinu vegna þess að þeir ógnuðu Arabum og Arabar, það var stöður ófriður milli þeirra og Araba á svæðinu. Jú, þeir voru reknir út, þá voru Ísraels þeir rak þá útrendra af svæðinu og þeir fengu búsetu í eyðimörkinu og svo framvegis, byggðu lélega skála þar og ennþá margir þar. En það voru aldrei jafn mikil ófriður frá Gazasvæðinu eins og eftir þetta. Sannleikurinn sá nákvæmlega að þeir vilja ekki frið við Ísrael. Þeir vilja ekki frið við Ísrael. Það alveg sama hvað þú segir, vinnur, þú ert að móta þess að ég að segja, eða þú hefur heyrt eitthvað annað, þá þetta sannleikurinn. Þeir sjálfur segja það. Það erfitt, myndi ég segja, fyrir Ísrael að stofna Palestíns ríki við hliðina á þeim sem að hafa þá markmið sínu að útrýma þeim. Hugsaðu málið. Þetta sannleikur. Nú, hvað hefur skeð? Hafa Arabaþjóðirnar sýnt frið gagnvart þessu landi frá því að það var stofnað? Við vitum að það var stofnað 1948. Hvað skeði þá 1948 þegar það var stofnað og Ísrael birti sjálfstæðislýsingu sína? Daginn eftir, 15. Það var nú ekki lengra en það, að þá réðust fleiri þjóðir. Það til dæmis Íran réðist á þetta nýfædda ríki og þar réðust Egyptaland, Jórdaníu, Sýrland, Írak og fleiri landi. Þeir réðust öll saman á þetta litla land með það eitt í huga að útrýma þeim, strax í fæðingu. Þeim tókst það ekki. En þá tókst Jórdanum að hernema hluta af Ísrael sem þeir kölluðu seinna meir Vesturbakkin og taki eftir þegar þeir þetta orð Vesturbakkin, þetta rangyrði, það ekkert land sem heitir Vesturbakkin. Þetta land heitir Júdea, Samaría og Galilea, það að segja Samaría og Galilea í dag nefnd Vesturbakkin. Og af hverju nefndur þetta Vesturbakkin? Þetta Vesturbakkin við ána Jórdan og þeir hernámu þetta land í 19 ár, taki eftir því að segja. Það var ekki Ísrael sem hernam Palestínu eða stálu landi frá Palestínumönnum, svo kölluðum. Það voru Jórdanir sem hernam þetta land þangað til að 1967
þriðja mikla stríðinu sem þá var, að þá unnu, eins og við vitum, Ísraels vann það stríð, 6 daga stríði, og þá endurheimtuðu borginni Jerúsalem, sem var og höfuðborg Ísraels og hefur aldrei verið höfuðborg neins annars ríkis, og Jórdanir þurftu að beygja sig og fara frá landinu. Ísraels varnarliðið tók þá yfir á svokölluðum Vesturbakka og hafa verið þar með varnarlið og hjálpað jafnvel Palestínumönnum að byggja upp hjálparstarf sem að rækta jörðin og svo framvegis, sem vel kunnugt í Jisraeldalnum til dæmis, og fleiri stöðum sem að Ísraelsmenn hafa hjálpað Arabum til þess að byggja upp lóðir í kringum hús sín. Þetta satt. Nú ykkur segja að þetta verið ránt. Þetta ekki ránt. Bara, ég mæli virkilega með kerfinu, ef að það hefur möguleika, einhvern hátt möguleika, takið ykkur saman, farið til Ísraels, notið tækifærið og sjáu þetta land friðarins, land Guðs, þetta landi helga. Ef þið tala ekki ykkur sem eru kristin. Ég á erfitt með að skilja stundum að kristnir, jafnvel framámenn í kristnum söfnuðum og kirkjudeildum, þeir veigra sig við að fara til Ísrael. Þeir fara út allan heim annað, veit ég, en þeir fara ekki til Ísrael. Ég legg þetta saman bara þessi spurningamerki. Hvað finnst ykkur þetta? Finnst ykkur þetta ekki skrítið? Meira segja veit ég að sumar kirkjudeildir, jafnvel sem að vilja ekki segja sig á móti Ísrael, þeir vilja ekki biðja fyrir Ísrael, ekki opinberlega. Næst sem kemur því hef ég heyrt að þeir biðja fyrir landinu helga svokölluðu, en vilja ekki nefna nafni Ísrael. Og mér sár yfir ýmsu gagnvart innum kristnu samfélögum hér á landi vegna þess að þetta ekki allir söfnuð ég teka fram. Ég veit marga kristnu söfnuð hér á landi sem bæði hafa ísraelskan fána uppi og biðja fyrir Ísrael reglulega. En það eru stærri samfélög sem að gera þetta ekki. Og mér þykir mjög sárt að ég nýlega frétt eitt samfélag sem hafði ísraelskan fána uppi ásamt öðrum fánum. Það var tekið hann niður vegna þess að þeir vilja ekki vera einskorðaðir við Ísrael og vilja ekki taka þátt í því að vera með þeim. Þeir hugsa einhvern veginn á pólitískum grundvelli. Og meira þess að ljósastika, 7 arma ljósastika sem nú reyndar sem betur verið í kirkjum landsins, þjóðkirkjum landsins, stór ljósastika í Dómkirkjunni, 7 arma ljósastika í Hallgrímskirkju og mörgum kirkjudeildum. En þetta samfélag, þeir taka hana líka niður til þess að hneyksleiki fólk að þeir verði ekki bundnir einhverju ísraelskum áróður eins og þau segja. Þetta sorglegt. Hvað get ég gert? Ég get ekkert gert nema bara við biðjum fyrir þeim, blessum þá. Ég biðjum fyrir líka þeim sem hafa gagnrýnt þennan þátt og gagnrýnt stöðun Omega, og ég ætla ekki að svara fyrir Omega. Ég bara svara með kærleika til þessa manns eða þeirra sem að hafa ástæðu til þess að gagnrýna það sem við segjum hér. Bara Guð að blessa ykkur, blessa það innilega. Og það kannski ef þið vill þetta sem vilja gera illt, það verður bara til góðs. Jafnvel þessir ætluðu sér að eyðileggja, það verður bara til uppbyggja. Ég hef grunnað það. Ég fekk jafnvel símhringingar til Jerúsalem þegar þetta kom fram í Facebook. Ég fekk símhringingar frá jafnvel guðfræðingum í þjóðkirkjunni sem að sagði við mig, Ólafur minn, taktu þetta ekki alvarlega, við skulum bara biðja fyrir viðkomandi, þetta verður bara fyrir framgang og það verður meira að tala þáttinu og Ísrael út af þessu. Já, þannig það. Ef sé þetta Guðs vilji, þessi þáttur í Guðs vilja og sé Omega í Guðs vilja, þá getur enginn eyðilagt það. Það mun það vaksa og það mun þróast áfram. 20 ár hefur Omega verið í loftinu með lítilli þáttöku innan svokölluðu kristnu kirkna eða deilda, en það lifir ennþá. Og sé þetta í Guðs vilja, þá mun það lifa áfram. Við trúum því, kæru vinir. Ég veit ekki hvort við ættum að tala meira þessi stríð, en allavega þá 1967 þá var fundur í Khartoum, borginni Khartoum, meðal Araba sem þeir komið saman 3 aðalatriði. Og ég hef einu sinni minnst þetta áður fyrir nokkuð sinni þætti og ég gerði það ennþá núna. Þeir komið saman 3 atriði. Þessi 3 atriði voru þannig: engin friður við Ísrael, nummer 1. Nummer 2, engir samningar við Ísrael. Nummer 3, Ísrael verður ekki viðurkennd. Takk eftir þessum 3 atriðum. Þetta hafði staðið við. Og það er erfitt að ef að kemur ríki sem héti Palestínu við hliðin á Ísrael sem viðurkennir ekki að Ísrael sé til. Þeir viðurkenna að landið sé til, það sé land sem heitir Ísrael, en þeir viðurkenna ekki tilveru rétt þess.
kæru vinir, við skulum ekki fara í stríð. Við erum í stríði. Við erum í stríði, en við erum ekki í stríði með vopnum sem að skjóta og drepa aðra. Við erum í stríði. Við erum í baráttu. Við erum í baráttu við andaverur vonskunar í himingeimnum. Og við trúum því að andaverur vonskunar standi bak við þessar árásir og óeirðir sem hafa verið á litla Ísrael, sem hafa reynt að eyðileggja og drepa fólk þar. Ég var í Ísrael 2002, 2003 þegar strætisvagnar sprengdur í lofti rétt þar sem ég átti heima. 17 manns dóu, börn og gamalmenni og jafnvel arabar í vagninum. Þeir voru að drepa fyrir Allah. Þetta er trú, þetta er trúarlegt stríð. Það er eins og ég sagði upphafi þessa þátt að ég trúi því að þetta sé ekki barátta landsvæði, kæru vinir. Þetta er barátta trú, þetta er andleg barátta. Nú fyrir þessum þætti að ljúka, eins og þau hefur heyrt að þá, það hef ég getað nokkurn veginn talað án þess að fara eftir þeim punktum sem ég hef skrifað niður hérna. Og kannski er ágætt að hafa verið svona einn öðru hvoru í þætti, sem slíkum, þar sem ég hef líka fengið ykkur ábendingu á oftar en einu sinni, þegar ég hef verið með viðmælanda, að ég leyfi ekki viðmælanda mínum að tala nógu mikið því ég tala svo mikið sjálfur. Það er svona gæti nú verið gott bara að ég fái þá útrás og geti talað bara eins og ég hef gert núna. Kæru vinir, við höfum kærleiksríkan boðskap að flytja. Við elskum drottinn Guð okkar. Við elskum það sem hann sendi, gyðinginn Jesú. Við elskum að Jesú sagði það, hjálpræði kemur frá gyðingum. Við viljum senda blessunina tilbaka til lands og þeirra þjóða sem Guð hefur gefið okkur, eingöngu. Ekki vegna þess að þeir séu betri en aðrir, langt frá því, þeir eru ekkert betri en aðrir. Hinir kristnir heldur ekkert betri en aðrir, þó svo að við tilheyrum Jesú og þá erum við ekkert betri en aðrir ef við höfum þessa trúarlegu fullvissu að hann elski okkur eins og við erum. Og fyrirheit hans bregðast aldrei, kæru vinir. Menn geta brugðist, fyrirheiti manna geta brugðist, loforð manna geta brugðist, en drottinn bregst okkur aldrei. Og ég vil enda þennan þátt eins og ég hef gert yfirleitt alltaf, alla þætti sem ég hef komið nálægt í sambandi við Ísrael í dag. Það er að enda þessum orðum á hebresku sem heitir shalom, sem þýðir bara friður, og arabíska orðið salam eða salam aleikum, sem þýðir líka friður sé með yður, og eins og Jesús sagði, friður sé með yður. Minn frið gef ég yður, ekki gef yður eins og heimurinn gefur. Hjartað skelfist ekki, né hræðist, trú á Guð og trú á mig. Þannig vil ég enda þátt. Drottinn blessi ykkur. Amen. Ja.